núna í mars þetta orðin 2 ár sem að hér hafa verið framkvæmdir. Þeir byrjuðu að setja utan á turninn fyrir 2 árum og sem var allt tekið niður í haust. Lokið við að gera við þennan stórbrotna turn. En nú búið að líka þrífa og mála og taka til í kirkjunni allri. Þessi nýja kirkjuhurð sem að hér blasir við, hún listaverk Leifs Breiðfjörð sem framhald af glugganum hér fyrir ofan og tengir þetta allt saman. Og þetta verður sem sagt opnað almenningi nú sunnudaginn 28. febrúar. Þá fyrsta messan okkar hér eftir allar þessar viðgerðir og safnaðarstarfið fer í gang og verður margt í boði. Síðan á pálmasunnudag 28. mars þá verður kirkjulistahátíð opnuð með pomp og prakt. Því að þá meiningin að ganga skrúðgöngu upp allan Skólavörðustíginn og við erum búin að fá í lið með okkur íbúasamtök og verslunar eigendur hér við Skólavörðustíginn sem ætla að taka þátt í þeim hátíðahöldum og í tengslum við þessa göngu þá mun kirkjuhurðirnar verða helgaðar og við göngum fylltu liði með pálmagreinar á pálmasunnudag. Og þar með hefst kirkjulistahátíð sem stendur alveg til 11. apríl með mjög fallegu og innihaldsríku prógrammi. Þannig að það mikið framundan og mikið til að hlakka til. Þið eru með viðamikla dagskrá á föstunni líka, er það ekki? Jú, við verðum sem sagt, við byrjum strax með morgun fyrirlestra hér fræðslumótna fyrir messur og svo verðum við með föstu kvöld á miðvikudagskvöldum. Við gerðum það í fyrra með góðum árangri og þá var það svokallað Sigurbjörnskvöld. Sigurbjörn biskup var þá í brennidepli og lesið eftir hann og úr verkum hans með ýmsu móti. Núna verða passíusálmarnir sem við tökum fyrir einn passíusálm, eitt kvöld og lesum, syngjum, íhugum og verður svona föstu kvöld eins og við köllum það með einfaldri dagskrá.